Ómar Ragnarsson, gjörðu svo vel. Formaður og aðrir sem mál mitt heyra. Ég vil nú taka undir það sem Ari segir að það þarf að vanda vel til allra stóra breytinga og mætti kannski þá skoða betur stjórnarskrár annarra landa. Það virðist nú ekki vera svo að í nágrannalöndum okkar hafi verið 2/3 sem hafi verið krafist, en við skulum skoða þetta mjög vel vegna þess að þetta er jú ekkert smámál. Ég ætla að fylgja því eftir sem var verið að segja hér á undan mér. Jú Pétur, við höfum þurft að deila valdi okkar með öðrum og ég skal bara fara hérna hratt yfir vegna þess að umræðan þessa dagana er mjög mikið á þá leið að það er verið að nú okkur því nasir að við séum landráðafólk af því að nú eigi allt í einu að fara að afsala sér valdi og deila valdi með öðrum sem aldrei hafi verið gert áður og það séu bara það grein, lagagrein sem það heitir landráð. Nú skal ég bara fara hratt yfir sögu. Ég held að við höfum gerst aðilar að alþjóðlegu flugmálastofnuninni áður en við urðum aðilar að Sameinuðu þjóðunum. Með því deildum við valdi okkar í flugmálum mjög mikið eins og ég þekki vel á þessu sviði sem ég hef kynst. 1946 göngum við hægt inn í Sameinuðu þjóðurnar eftir 2 ára hik vegna þess að við sjáum að við erum að afsala okkur valdi til öryggisráðsins og finnum strax fyrir því 1950 þó við lýsum því yfir að við séum hlutlaus þjóð sem að sé á móti herna og með engan her. Við göngum í NATO 1949. Er það ekki að deila valdi með öðrum? Ég er nú ansi hræddur það. Við afsölum okkur landi á Miðnesheiði 1951 þar sem að Bandaríkjamenn hafa lögsögu á ákveðnu lokuðu svæði. Ég er nú ansi hræddur að það sé að jafnvel svona jaðri við það að hérna sé afsal á landi. Þetta gekk samt í gegn. Síðan göngum við í EFTA 1970. Við afsölum okkur þeim hluta handritana sem við semjum og hérna þannig að þar vorum við að deila ákveðnum verðmætum með annarri þjóð með samningum. Við reyndar höfnuðum því að gangast undir alþjóðadómstólinn í Haag, en ég bendi á að við biðum eftir dómi hans áður en við færðum út landhelgina 1952. Við biðum eftir dómi alþjóðadómstólsins í Haag. Af hverju? Af því að við vorum að deila valdi okkar með öðrum þjóðum og sættum okkur við það að þessi dómstól hefði eitthvað þetta að segja. Við undirritum Ríó-sáttmálann 1992. Þar er verið að afsala sér valdi með því að gangast undir alþjóðlega skuldbindingar og sjálfbæra þróun sem við höfum að vísu brotið nokkrum sinnum og það er annað mál. Við undirritum sáttmála sem við hétum að virða og afsala okkur eða deila þar með valdi okkar með öðrum. Við erum aðilar að alþjóða siglingamálastofnuninni, við erum aðilar að Schengen, við göngum inn í EES 1993 og 4 og hefðum átt að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu það væntanlega en það var ekki gert. Af hverju Pétur? Af því að það vantaði allt í stjórnarskrána og menn urðu öllum þessum tilfellum sem ég er að nefna. Við skal nefna Árósasáttmálann, Kyoto, ég skal nefna ótal gæðakröfur sem er bara á tölvunum okkar hérna á borðunum og skal framvegis. Þetta er svo langur listi þar sem við höfum að deila valdi okkar með öðrum þjóðum að hérna ég ætla ekki að fara að æra óstöðan með því. Bara segja þetta. Er betra að hafa það eins og að hefur verið hingað til? Að það sé bara einhverjir lögfræðingarnefnd eða það sé lögspekingar í hvert einasta skipti sem að segja til það hvort við höfum deilt valdi okkar með öðrum. Þegar blasir við höfum gert þetta svo svakalega mikið allan lýðveldistíman að ef að væri farið út í það að hafa þann skilning á þessu að væri landráð þá veru allir alþingismenn lýðveldisins komnir í fangelsi plús ráðherrar og allir þeir sem hafa staðið að þessu. Ég held einmitt að við höfum að segja þjóðinni það. Við viljum koma þessi í fast form, við ætlum ekki að auðvelda að ganga í ESB og við ætlum ekki heldur að verða eitthvað trafalega á því. Við ætlum að ganga þannig frá þessu að við gerum þetta eftir reglum stjórnarskrárinnar eins og best verður á kosið án þess að við séum sökuð að vera á móti eða með því að ganga inn í ESB.